Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 11. ágúst 11. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins trú og líf. Í lektíunni áminning til presta að kenna réttan boðskap. Í pistlunum skrifar Páll: Látið syndina ekki ná tökum á ykkur. Og í Guðspjallinu segir Jesús: varist að upphefja ykkur sjálf. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Matteus í 23. kafla. Þá talaði Jesús til mannfjöldans og lærisveina sinna. Á stóli Móse sitja fræðimenn og farisear. Því skuluð þið gera og halda allt sem þeir segja ykkur, en eftir breytni þeirra skuluð þið ekki fara, því þeir breyta ekki sem þeir bjóða. Þeir binda þungar byrðar og leggja mönnum á herðar, en sjálfur vilja þeir ekki snerta þær einum fingri. Öll sín verk gera þeir til að sýnast fyrir mönnum, þeir breikka minnisborða sína og stækka skúfana. Ljúft þeim að skipa hefðarsæti í veislum og æðsta bekk í samkundum. Láta heilsa sér á torgum og kallast meistarar af mönnum. En þið skulu ekki láta kalla ykkur meistara, því einn ykkar meistari, og þið öll bræður og systur. Þeir skulu ekki kalla neinn föður ykkar á jörðu, því einn faðir ykkar, sá á himnum. Þeir skulu heldur ekki láta kalla ykkur leiðtoga, því að einn leiðtogi ykkar, Kristur. Sá mesti meðal ykkar sé þjónn ykkar. Hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, og sá sem lítillækkar sjálfan sig mun upphafinn verða. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins trú og líf. Lífsmátinn þarf að endurspegla trúna. Ef þið farið eftir því sem ég segi, þið sannir lærisveinar mínir, sagði Jesús. En það að fara eftir lögmálinu var nokkuð sem fariseum og fræðimönnum skorti. Við þekkjum það sjálf að það auðveldara að ráðleggja öðrum en að framkvæma sjálfur. Á dögum Jesú kunnu fæstir að lesa. Ritin voru aðeins til í samkunduhúsunum og til þess að fræðast Guðs orð urðu menn að sækja samkomur og hlusta á það sem fræðimennirnir kenndu, en Jesús varaði menn við að haga sér eins og þeir. Fræðimenn og farisear lögðu mikla áherslu á að almúginn færi eftir lögum Guðs, en lifðu sjálfir fyrir upphefðina og framan í samfélaginu, vildu lotningu annara og sitja í hefðasætjum. Guð ætlaðist hins vegar til þess að þeir lifðu sjálfir samkvæmt lögmálinu, en eitt af því sem gyðinga breyttu var hinn andlegi þáttur skipunar Guðs. Leggið þessi orð mín ykkur á hjarta og huga, lét Guð rita í lögmálið. Bindið þau sem tákn á hönd ykkar og þau skulu vera merki á milli augna ykkar. Þessari skipun breyttu fræðimennirnir í bókstaflegan og líkamlegan gjörning. Lögmálið átti að vera í huga þeirra og gjörðum. Í stað þess fundu þeir upp á því að rúlla upp hluta af lögmálinu, setja í leðurhólk og festa á enni sér eða hönd. Og þessi aðferð með aðeins breyttu sniði enn við lýði. Fyrir mörgum árum voru við hjónin á leiðinni heim frá Kaíró með millilendingu í Aþenu og London. Vélin var full setin, en gyðingur aftast í vélinni var með uppsteyt og skildist mér
að hann vildi ekki sitja við hliðina á konu. Lét hann öllum illum látum, brottför dróst mjög mikið og átti að reka hann út úr vélinni þegar hann loksins tók sönsum og var leyft að fljúga. Við vorum síðan rétt komin á loft og búið að slökkva á sætisbeltaljósinu þegar hann fór að valsa skælbrosandi eins og reigður hani flugvélina með 2 svört leðurbox sem litu út eins og kubbar, annað á enni og hitt á hægri upphandlegg. Þessi box heita tefillin og inni í þeim eru litlar bókrollur með nokkrum versum úr lögmálinu og eitt af þeim versum las ég áðan. Boxin voru bundin svo fast með svörtum leðurreimum að þær skárust inn í húðina. Ekki veit ég merkingu þess að hann setti boxið á hægri upphandlegg en samkvæmt upplýsingum á veraldavefnum á að setja boxið á þá vinstri sem næst hjartanu. Kannski var hann að biðjast fyrir eða iðrast látana en helmingur farþegana og þar á meðal við mistum af tengiflugi heim vegna þessa. Ég hef oft hugsað að ég hefði ekki haft hugmynd þessa gjörð mannsins ef hann hefði ekki lagt sig í líma við að ganga og heilsa hinum gyðingunum í vélinni til að sýna sig með þessi box. En Jesús varaði okkur einmitt við svona sýningar atriðum. Hann sagði að við ættum ekki að láta það sjást á okkur, til dæmis þegar við föstum. Þá eigum við ekki að vera döpur, heldur hressa upp á okkur, þvo andlit okkar svo menn verði ekki varir við að við föstum. Og þegar við biðjum, eigum við ekki að gera það til þess að aðrir sjái, heldur skaltu ganga inn í herbergið þitt, loka dyrunum, því að sambandið er á milli okkar og Guðs, en ekki til að sýnast fyrir aðra. Þó við leynum ekki trúnni hjá okkur, þá er trú okkar alltaf á milli okkar og Guðs. Tilbeiðslan, ákallið, samtalið og bænin er persónulegt samband við Guð. Og Guð vill eiga gæðastund með okkur. Já, þemað er trú og líf og í boðskap sínum og hinum 9 boðorðum var Jesús með sömu áherslur varðandi trú og líferni. Við eigum að elska Guð af hug og hjarta og elska náungan. Hafa samræmi milli orða og verka. Þeir sem miðla kenningunum bera mikla ábyrgð en við berum samt sem áður ábyrgð á okkur sjálfum, okkar viðbrögðum og að afla okkur þekkingar. Í lektíunni beinir Malaki orðum sínum til prestana. Varir þeirra varðveiti þekkingu og þess vegna leiti menn eftir lögmálsfræðslu af munni þeirra. Fræðslan þurfi að vera sönn kenning svo hún snúi mönnum frá syndugu líferni. Þetta snýst sáttmáli Guðs við Leví, það er að segja prestastéttina. Guð gefur okkur þekkinguna, við erum boðberar og eigum að miðla áfram bæði í orði og verki. Ekki vegna þess að við frelsumst fyrir verk, heldur vegna þess að verkin bera trú okkar vitni. Fylgið ekki háttsemi þessa heims, skrifaði Páll. Látið heldur umbreytast með hinu nýja hugafari og lærið að skilja hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Okkur mun aldrei takast að verða fullkomin í neinu, enda biður Guð ekki það. Við eigum ekki að bera okkur saman við aðra betri eða verri að okkar áliti, heldur á boðskapur Guðs að vera mælikvarði sem setur mörk fyrir hug okkar og hjarta. Viðmiðið er orð Guðs því að hann gefur aðeins góð ráð. Í Guðspjallinu varaði Jesús lærisveinana við
að þeir láti kalla sig meistara eða leiðtoga, svo að þeir myndi ekki falla í sömu gryfju og fræðimennirnir og farisearnir sem lifðu fyrir lotningu annara. Jesús hinn eini sanni meistari og leiðtogi okkar. En nú það þannig að menn hafa notað þessi hugtök sem starfsheiti, þannig að viðvörun Jesú hefur fremur andlega merkingu, að hugtaki meistari, leiðtogi, kennari verði ekki til upphafningar á okkar eigin sjálfsmati. Ritningin gefur til kynna að í ríki Guðs verði ekkert titlatóg, allir verði jafnir, en hér erum við í þjónustu Guðs, ekki til að upphefja okkur sjálf, heldur til þess að upphefja Guð. Standi stöðug í trúnni, verið hugdjörf og styrk, skrifaði Páll. Auðsýnið kærleika í öllu sem þið gerið. Haldið fast við játningu vonar okkar án þess að hvika. Því að trúr sá sem fyrirheitið hefur gefið, gefum gætur hvert að öðru og hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka. Þó Jesús hafi sagt að allir eigi að sjá á kærleika okkar til annara, að við séum hans lærisveinar, þá sýnum við kærleikan sem ávöxt af trúnni en ekki í sýndarmennsku. Já, þemað trú og líf, tvennt sem fléttast saman í sterkan þráð, haldreipi og persónulegan stuðning sem nær til Guðs. Hinn eini sanni meistari kom og boðaði okkur náð Guðs fyrir trú. Komið til mín, sagði hann, og ég mun veita ykkur hvíld. Guð vill eiga persónulegt samband við hvern og einn, einlægt samband af hug og hjarta. Hann vill vera okkar besti vinur og frelsari, veita líf í fullri gnægð og gefa okkur hlutdeild í dýrð himins. Við lifum hérna í trú á Drottinn Guð, en í ríki Guðs munum við lifa að eilífu vegna trúarinnar á Drottinn Guð. Drottinn blessi þig og varviti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.